Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur Friðrika Hjördís Geirsdóttir, framkvæmdastýra viðskipta þings Arctic Circle og mannfræðingur og margir þekkja sem fyrrverandi fjölmiðlakonu líka. Takk fyrir að mæta Rauðaborðinu. Takk fyrir að bjóða mér. Og að því þú skrifaðir áhugaverða ritgerð auðlindir, svona tengsl auðlindastjórnunar og pólitísks sjálfræðis á Grænlandi og í ritgerðinni segir nú að það sé sko að frumbyggja samfélög sem eru meirihluti Grænlendinga gegni lykilhlutverki í stefnumótun varðandi auðlindanýtingu, umhverfisvernd og varðveislu menningararfs. Hvernig kom til að þú ákvaðst að þetta væri eitthvað mikilvægt? Jú, það er náttúrulega svona kannski ég frekar augljóst náttúrulega að heimamenni að taka þátt í það að byggja upp sitt samfélag og hvernig svona þeirra framtíð komið til með að líta út og það er í rauninni niðurstaðan í ritgerðinni er auðvitað svo að þegar sko já, það má eiginlega segja að Grænland sé svona vinsælasta stelpan á ballinu akkurat sem stendur og það eru mörg ríki sem að horfa til Grænlands og hættan er kannski svo að það verði álitið sem eitthvað svona sjaldgæfa málmakista heimsins og það sé bara endalaust hægt að grafa þar upp og nýta þær auðlindir sem þaðan koma fyrir okkur öll hin í heiminum en málið er náttúrulega þannig að það þarf að gæta þess að þetta verði ekki bara einhver skúffa sem er hægt að róta upp úr heldur að svo þekking sem að vinst og þeir innviðir sem byggjast upp í kringum auðlindir ef að þannig semst að það er að nýta þær að svo þekking verði eftir og þeir innviðir sem að byggjast upp nýtist þeim sem að þar eru. Og það hefur verið þannig hingað til að mörguleiti að sérfræði kunnátta hefur farið úr landi með þessum verkefnum sem hefur verið að setja upp í Grænlandi og grænlendingar sjálfir hafa kannski setið uppi með láglaunastörf þessu þarf náttúrulega að breyta þannig að þeir græði líka á því að það verði frekari uppbygging ef það er leið sem að grænlenska ríkisstjórnin vill fara þau ríki sem að hafa svona helst horft til Grænlands eru náttúrulega Bandaríkin eins og vel er þekkt orðið, það er Kína og svo eru náttúrulega líka Evrópa. Það var nýverið skrifaður undirritaður samningu þess efnið að Greenland Resources fengi námuréttindi til 30 ára núna frá með bara síðustu viku að mig minnir. Þetta er kanadískt fyrirtæki sem er í Evrópusambandi er meðeigandi í og ætla sér að vinna mesta megnis magnesium í magnesiumnámur í Grænlandi. Kannski gefur þetta í kynna hvert Grænland vill stíga í framtíðinni ef að Evrópusambandið er þarna komið inn. Þannig að það er alls konar svona teikn á lofti og þetta er spennandi tími fyrir Grænland á sama tíma óhugnalegu líka. Það er mikill hraðir. Það er mikill hraði. Og það er eins og svolítið eins og Íslandi. Það er stundum eins og við vorum ekki og erum líklega ekki tilbúin fyrir kannski þetta stórfellda viðskiptasamband oft var í tengslum við auðlindirnar kannski okkar stefna í auðlindanýtingu ekki svo klár og mikið til eins og þú segir þegar það er svona sambland af kannski Evrópusambandir inn í því og kanadískur stórfyrirtæki sem eru oft þvert á landamæri þá verður þetta svolítið flókið og snúið og ýmis grásvæði svona. Já og sama tíma þá stendur svona Grænland frammi fyrir því að þeir eru svona smá saman að fá sjálfstæði, þeir eru núna fengu sjálfstjórnarlög 2009 svo er hann náttúrulega byggja á heimastjórnarlögunum frá 1979 þeir sjá í rauninni svona innanlandsmál en utanríkis og varnarmál eru enn í höndum Dana og svo að sjálfsögðu greiða Danir þessar ríflegu styrki sem þeir hafa verið að gera til Grænlands þannig að þetta er svolítið flókið og svo var að koma ný ríkisstjórn líka og þau þurfa sinn tíma til þess að svona átta sig á því hvaða stöðu þau vilja fylgja Democratic sem fór með Sigur á Hólmi í kosningunum þeir vilja svona frekar fara svona hægt að staði þessa sjálfstæðis
hérna baróttu en vilja styrkja þá frekar innviði, bæði félagslega og fjárhagslega innviði. Þannig að þetta er mörg svör sem að þau þurfa að svara og þau þurfa að stíga hægt til jarða líka. En eins og ég segi, þetta er allt í þeirra höndum hvað þau vilja gera. En hver mitt ítrekkar það að þetta sé eigi að vera í þeirra höndum og er Arctic Circle, er það svona fyrirbæri sem að eins og getur stutt við þeirra sjálfsákvörðunar rétt? Eða? Já, Arctic Circle er þing sem er haldið á hverju ári og hefur verið haldið núna í síðustu 10 ár og það er okkar svona markmið og hlutverk er að koma samtali á stað. Við erum per se ekki að hafa áhrif á niðurstöður, að hafa áhrif á skoðanir fólks, heldur viljum við frekar að fólk noti tækifæri og ræði saman. Þannig að það sé gert á jafnréttis grundvelli en ekki bara frá toppi og niður til táa. Nei. Þannig að það er kannski svona helsta hlutverk og við náttúrulega komum því í kringa að fólk hafi tækifæri til þess að hitta jafnvel frumbyggjar hitti þá sem að taka stóru ákvörðunar og slíkt. Nú kom til mín í spjall einmitt þessa mynd gullið Hvítagullið. á Grænlandi þar sem mynd sem að síðan var bönnuð og tekin úr sýningu í Danmörku og þar sem kom fram svona gagnrýni á auðlinda nýtingu sem var ekki í þágu, eins þú ert að nefna, ekki í þágu grænlenskra innviða og verður ekki þekking eftir og jafnvel þessi svona skakka mynd sem að grænlendingar voru að upplifa í kjölfar þess að horfa á myndina að þetta væri, þau hefðu verið með eitthvað svona sektarkennd eða þakkarskuld gagnvart Dönum og fleirum fyrir að vilja koma til Grænlands og svo þegar það er reiknað dæmið upp og nýta þá einhvern veginn sést að þau kannski hafi ekki ástæðu til að vera í þakkarskuld og þá var talað það, frumbyggjar þá var eitthvað að tala að það væri nýtt orð sem heitir, ég held að verði árþjóðir, tala árþjóðir en svo eru sumir sáttari samt við frumbyggja. Einmitt, já. Hún var einmitt í þessu viðtali líklega og Linda samstarfskomuna mín sem er inn hjá Arctic Circle og sem er fædd á Grænlandi sem er grænlensk og hefur þar að leiðandi kannski líka rétt til þess að ræða þessi mál. Það er alltaf svolítið skrítið að vera að ræða málefni annarra þjóða þegar maður er ekki þaðan sjálfur og hefur kannski ekki endilega réttin til þess að mögulega hafa sterkar skoðunir á því hvernig hlutin er að vera. Þess vegna vil ég ítrekka það að þetta er allt í þeirra höndum þó að ég kannski sem Íslendingur horfi á þetta frá mínu sjónarhorni þá er þetta náttúrulega allt þeirra. En hvernig kom það til að þú sem Íslendingur færð áhuga á Grænlandi og færð að skrifa rannsakar þessi tengsl, auðlinda nýtingar og sjálfsákvörðunarréttar núna þegar þú byrjar að skrifa ritgerðina vissur þá að þetta yrði einmitt svona mikið Grænlandi þessu miklu brennitepli? Nei, það er enda mjög fyndið að segja frá því að þegar ég var búin að ákveða hvað ég ætlaði að skrifa þá var Trump ekki búin að sýna þennan mikla áhuga á Grænlandi og þegar ég var að segja fólki frá því ég ætlaði að skrifa námuvinnslu og auðlinda nýtingu á Grænlandi og þá var fólk svona já, áhugavert en svo náttúrulega þegar þetta fór að fara allt í hringun og þá horfði það aðeins öðru í sig við þannig að það var svolítið áhugavert að taka þátt í því að svona vera í hita leiksins en ástæðan fyrir því að ég fekk svona mikinn áhuga á Grænlandi var hreinlega bara að ég ferðast til Grænlands og ég fann bara í fyrsta skipti sem að ég kom þangað að það yrðu breytingar í mínu lífi og það leti mig ekkert í friði fyrir en að ég breytti til. Í hverju fólst það? Já, ég fólst það ég farið nokkru sinnum, einu sinni fór ég bara í siglingu til Grænlands og það var nú ástæðan fyrir því að ég fór í það var að ég var að gera heimildaþáttaröð sjálfboðaliða á Íslandi og í Grænlandi og hitti Hrafn Jökulsson sem hefur verið í forsvari fyrir stórkostlegt verkefni sem hefur leitt því að kenna grænlensku börnum að tefla og þar hitti ég konu sem heitir Kristjana Motzfeldt sem er nú tengd Grænlandi líka og pólitíkinni þar og hún kynnti mig fyrir annara konu sem svo endaði á því að lokka mig í siglingu til Grænlands þannig að þá var ég bara ástfangin ef ég á orðað þannig af landi og síða þjóð og ég fann bara að þarna langaði mig að vita meira
og fór þar að leiðandi bara aftur í nám. Svona fór úr þeirri fjölmiðla hringiðu sem ég var að vinna í og svo hef ég bara verið svo heppin að meðfram námi, þá hef ég verið að vinna hjá Arctic Circle og það kannski líka leiddi mig inn á þessa svona auðlindastýringu og hvert það að leiða þjóðina og það er áhugavert að fylgjast með því svona á hliðarlínunni hvernig sjálfsímynd Grænlendinga er líka að styrkjast. Það er bara ánægilegt að fá að fylgjast með því. Já. Svona nær heldur en kannski ekki. Já, en er ekki sko svolítið hættasamt á það er náttúrulega sjálfsmyndin er að styrkjast kannski svolítið hratt en svo veit maður kannski að sjálfsmyndin samt það tekur tíma að byggja upp sjálfsmynd og sjálfsmyndin verður að fara saman með, það ekki svona einmitt lagalegum innviðum og svoleiðis þessu til þess að þau hafi og bara valdi til þess að pólitískum valdi til þess að fara með sína eigin mál. Jú, og það tekur sinn tíma að byggja upp þetta lagalega umhverfi og það að ná fram þessi félagslega réttlæti sem að Grænlendingar eru líka að berjast fyrir. Þannig að þetta tekur allt sinn tíma og svo er náttúrulega líka það sem að ef við skoðum þessar auðlindir sem að eru svona það er sífellt að koma upp fleiri auðlindir sem hægt er að nýta með hlýnandi loftslægi líka og þá er það svona vatnsauðlindir og náttúrulega aðgengi að námum en þá vantar alltaf innviði, það eru engir innviðir í Grænlandi per se, það er náttúrulega komið nýr flugvöllur nýverið og svo eru einhverjir vegir en það er lítið, yfirleitt er bara flug eða þyrla eða bátar á milli staða þannig að það er gríðarlega erfitt að nýta auðlindir á Grænlandi líka og það þarf fjársterk fyrirtæki til þess að geta staðið undir þeim framkvæmdum og þeim tíma sem að þessi það er gríðarlegt fjármagn til þess að byggja það upp en á sama tíma þarf ríkisstjórnin að gæta þess að nærsamfélög njóti góðs af því og svo náttúrulega líka bara umhverfisvernd. Þegar það er verið náttúrulega að styrkja innviði þá er það oft á kostnað umhverfisins og dýralífs. Þannig að þetta er vandi að hafa þetta allt í jafnvægi. Já, og þessi heildarmynd og margir segja að Grænlendingum sé betur borgið undir stjórn Danmerkur að Danir getur raunverulega hjálpa þeim að tryggja þessa innviði og tryggja þeirra réttindi af því annars væru þeir svo ofboðslega berskjaldaðir gagnvart raunverulega bara ásókn erlendra aðila, stórfyrirtækja og annað en svo segja sumir að það sé falskt öryggi að vera með Dan. Er þetta ekki svolítið svona grundvallar deila eða hvað? Jú, og þetta er flókin deila. Bandaríkjamenn eru náttúrulega með herstöðar, hafa verið með herstöðar þarna frá seinni heimsstyrjöld. Þannig að þeir hafa í rauninni fengið aðgang að landinu eins og þeir vilja. Þannig séð innan ákveðina marka að sjálfsögðu. Þannig að þeir hafa alveg getað sittið við samningaborðið eins og önnur lönd. Það er bara, þetta er flókin staða. Ég öfunda ekki stjórnvöld í Grænlandi að standa fram fyrir þessum stóru ákvörðunum sem að mun hafa áhrif á þjóðina ókomna tíð. Já. Þetta eru stóru ákvörðunir og það er alltaf spurning það hvernig þetta er gert. Já. Og við vitum það einmitt bara frá Íslandi þegar eftir hrun, hvað við vorum kannski svona í viðkvæmlu stöðu og þessi svona hugsun að erlend fjárfesting myndi bjarga okkur en svo kemur spurningin rétt og eftir þú veist á hvers kostnaði eða hvað sagt, að það kostar líka fjárfestingin náttúrulega mitt kannski er á stundum á kostnaði náttúrulega stundum er þessi uppbygging samfélagana og innviðana ekki eins mikil Nei, og svo er það líka þessi menningarlegu gildi og Grænlendingar hafa mikið hingað til lifað á veiðum og sjálfstjórnarbúskapi á sumum svæðum í Grænlandi þannig að þetta eitthvað sem að mun breytast. Þetta er náttúrulega gríðarlega stór breyting fyrir litla þjóð ef áfram fer sem horfir en það er eins og ég segi, það eru stjórnvöld sem þurfa að taka ákvörðun og svo er það líka bara ef við horfum á Grænland frá svona alþjóða sjónarhorni þá er náttúrulega
gríðarlega margir og svona erfiðir hlutir að gerast í heiminum og það kannski líka pressa svolítið á grænlendinga að svona, já, láta aðra vita hvar þeir vilja standa. Ætla þeir að hallast að Evrópu eða ætla þeir að hallast að Norður Ameríku og þá Bandaríkjunum. Og það spurning, kannski gefur þessi nýju samningu sem ég nefndi áðan við Greenland Resources sem að Evrópusambandið hluti af, það kynna að þeir séu að stíga til Evrópu. Ég veit það ekki. Þetta alltaf líka svo flókið, eins og þú segir, stjórnvöld ekki öfundsverð af svona grundvallar stórum ákvörðunum, en svo þegar það líka spurningum hernaðarlegt samhengi sem að allt í nú leggst ofan á auðlindasamhengið, eða ekkert kannski allt í einu, það hefur nú kannski alltaf verið einhvern veginn samtengt auðlinda og hernaðar, en það er eins og við séum að sjá það svolítið skýrt núna. Já, og Danir eru með varnarmál og utanríkismál í sínum höndum og hafa verið að styrkja svona hernaðarlega stöðu í Grænlandi. Þannig að þetta alltaf svona áhugavert að sjá og svo var náttúrulega Macron þannig í heimsókn bara núna daginn og hann var búinn að gera hvað sem er til þess að styrkja svona stöðu sína og stöðu grænlendinga. En þú sem fræðimaður, sko þú sem skrifar svona ritgerð og ert að tala að þessi samræða við frumbyggja samfélögin sé algjörlega lykilatriði í stefnumótun, það megi ekki einhver bara annar gera þessa stefnumótun og taka þessar stóru ákvarðanir án þeirra samræðis, en verður þá ekki að, sem sagt, er það hægt undir stjórn Dana, útilokar það ekki raunverulega þessi nýlendu tengsl, er hægt að vera í slíkri samræðu Góð spurning og bara mjög svona raunsæ spurning. Auðvitað getur maður alltaf sagt að já, þetta mögulegt en sko vegalendið þarna milli eru miklar en tækniþróun náttúrulega þannig að fólk getur talað saman í gegnum bara tölvuna, þannig að það er ekki tvíti fyrirstöðu að fólk getur ekki talað saman og ná niðurstöðu og mun auðveldur í dag heldur nokkuð tíma áður. Að nærsamfélögin þurfa að taka þátt í þeim ákvörðun sem að ríkisstjórnin tekur og þetta eru tæp 60.000 mann sem að búa þarna, þannig að það hlýtur að vera hægt að ná ykkur niðurstaða. Og komið eitthvað svona kerfi til þessar, einhver vettvangur til þessa samráðs? Það hefur náttúrulega verið samráðsvettvangur, bæði þá sem sagt, einstaklingar sem eru í forsvari fyrir þau svæði sem eru fjær Nuuk, þar sem höfuðborginni hafa náttúrulega átt í samskiptum við ríkisstjórnir, en nú er náttúrulega komin ný ríkisstjórn og það er hennar hlutverk að treysta á þessi sambönd sem eru til staðar. En það er langt á milli bæja og fólk þarf að leggja sig fram til þess að ná fram ykkur niðurstöðu, en það er mikilvægt að ríkisstjórnin nái fram niðurstöðu sem flestir eru sátti við. Og einmitt, það þarf kannski einhvers konar aðstoð, það er langt á milli bæja og kannski er þetta það löng nýlendu saga að það er ekki hægt að bíða eftir því kannski að innan samfélagina spretti, eða svona verið sjálfsprottið skipulag þar sem að sjálfsákvörðunarrétturinn er virkjaður. Þú eru kannski ekki að segja til það, en svo er þetta náttúrulega líka tilfinningalegt mál. Þetta eru fólk stendur frammi fyrir breytingum og sínum lífsháttum og það er ekkit allir sem eru sátti við það. Þannig að En hvað með taktin einmitt í þeirra lífi eins og það kemur þér fyrir sjónu bara verandi sem gestur, er jafnvel eitthvað þarna sem að þetta er ekki bara spurningu kannski hagsmuni og lagalega pælingar, heldur er þarna eitthvað í þessari lífsýn og þessum lífsmáta sem að heillaði þig, sem að þú heldur að sé mikilvægt líka fyrir samræðuna? Já, sko til að mynda þegar ég fór til Ittoqqortoormiit sem er austur Grænlandi og svona einn nyrsta býli í heimi, þar tók maður eftir því að fólk er stolt og leggur mikið upp úr sjálfstæði. Það leggur líka mikla áherslu á veiðar og að geta veitt sér til matar og þar kemur þá kannski líka að því að ef
þá að styrkja innvið og þá að auka einhverja auðlinda vinnslu og þetta er allt lífkjöri sem að geta farið úr jafnvægi og ég held að það sé svona það verði erfitt að reyna að finna svona jákvæðan farveg fyrir það. Og svo var það náttúrulega að tala að þegar var það ekki Brigitte Bardot eða einhverju sem voru að gagnrýna sela drápu grænlendinga þegar það farið kannski svolítið flatt á svona einhverjum dýraverndunar eða anti-veiða umræðu. Já, svo verður maður líka bara kannski að horfa á þetta frá öðru sjónarhorni að sko þetta er náttúrulega þeirra menning og þetta er þeirra saga og það er kannski auðvilt fyrir okkur að standa einhvers staðar utanfrá og benda inn og segja að það er ljótt að drepa dýr en á þessu hefur fólk lifað og það er kalt þarna og fólk hefur nýtt það sem að það hefur veitt upp til innstu agna. Já. Þannig að ég held að það er svona frekar svona sjálfbær lífsháttur. Já, einmitt. Og kannski líka svolítið sérstætt að við til dæmis séum að benda það sem við borðum nú nautakjöt í. Já, á einhverju verður fólk að lifa og ég tók nú ekki eftir því að fólk væri að henda miklu af mat. Það var ekki mikið matasón sem ég tók eftir allavega. En hvað var þér vel tekið svona, er gestrisni? Já, yndislegt fólk. Alveg bara, alveg dásanlega brosmilt og mikið að fallu og hlýju fólki þarna. Já. Þetta er okkar næsta nágranna þjóð og það er ekki svolítið skrítið hvað við þekkjum. Já, það er eiginlega synd hvað við höfum sko verið lítir í samskiptum við þessa þjóð sem að stendur okkur næst svona landfræðilega. Og ég vona það tengslin styrkist í nánustu framtíð. En það virðist vera, ég talaði líka við sakfræðing sem var að segja mér að sko þetta er þessi svona ótti Íslendinga við að vera flokkaðir á sama settir í sama kassa og sem fyrirverandi nýlenda kannski. Já, sem fyrirverandi nýlenda og einhvern veginn þessi hugmyndu skrælingjana og þeir séu svona annars flokks grænlendingar. Eitthvað svona smáborgara háttar hugsuð en hefur það ekki vaxið á okkur? Ég held að, ég vona það. Já, og það séu við svona horfum heiminn aðeins öðru ljósi og eftir því sem að við bara þroskumst og stækkum. Það sé kannski áhugavert fyrir okkur núna að tengjast þessari menningu sem er svona nálægt okkur og eins með færinga og það svona sameiginlega sögu. Og náttúrulega Danmörku líka og þú veist eins og nefndir áðan, það er náttúrulega Danmörku er svona aðeins að stíga upp í samskiptum sínum við Grænland og til að mynda má nefna að núna er sko Grænland er að leiða Arctic Council sem er mjög stórt skref fyrir Grænlendinga. Hingað til hefur svona, kannski hefði það verið frekar augljóst að einhver Dani hefði tekið við því en nú er það Grænlendingur sem að leiða þá vinnu, þá mikilvæg vinnu sem að framöndan er þar og norðurslóðir eru náttúrulega eins og stendur núna og með hvernig svona heimurinn stendur, þá er Arctic Council norðurslóður svolítið haltar án aðkomu Rússa, því að Rússar eru náttúrulega 50% af norðurslóðum og þeirra aðkomu, þeir eru náttúrulega eru ekki að taka þátt í umræðinu núna. Það er kannski svona líka skekkir svolítið. En á sama tíma kannski þéttir saman þjóðir líka. Þetta eru áhugaverðir tímar sem við lifum á. Já, vá, þetta er svolítið mikil, þetta er alveg svona. Já, og það er mikið sem að Grænlendingar þurfa að huga að. Það er bæði alþjóðasamfélagi og svo er það náttúrulega innri sálin í landinu sjálfu. Hvert viljaði fara, þetta eru stóru spurningar. Og þú ætlar að vinna áfram í þessu, þú fékkst einhvers konar köllun þarna á Grænlandi? Já, ég gerði það og það er orðin 10 ár síðan og svo eitthvað neginn fór í þetta nám og er að vinna við þetta. Þannig að þetta er mjög áhugavert og sérstaklega á þessum tímum sem eru núna. Það er alltaf eitthvað nýtt að gerast. Já. Og náttúrulega líka að fá að taka þátt í Arctic Circle. Þetta er gríðarlega stórt þing sem hefur áhrif á framvindu mála á norðurslóðum og Ólafur Ragnar Grímsson, okkar fyrrverandi forstjóri, hefur náttúrulega mjög sterka hugsjón hvað varðar þessi verkefni, málefni.
Þannig að það er gaman að fá að taka þátt í því. Já, og það er einmitt ekki bara til þess að styrkja fyrirtækin heldur. Nei. Líka einmitt samfélögin. Já, koma að stað þessu samtali sem er svo mikilvægt. Já. Og svo tekur fólk ákvörðun hvað það vil gera. Og hvernig finnst þér hljómgrunnin bara á Íslandi, finnst þér hann hefur batnað svona og það er meir áhugi sem að... Já, það er gríðarlega mikill áhugi á norðurslóðamálefnum, enda er Ísland norðurslóða þjóð. Þannig að þessi málefni snert okkur. Heldur það samt að við föttum hvað þau snert okkur mikið? Kannski er ég bara í einhverjum bergmálshelli og finnst þetta skipta gríðarlega miklu máli. Það getur svo sem vel verið, en fyrir þá sem að hafa ekki kynnt sér þessi málefni, þá held ég að það sé mjög mikilvægt að við gerum það. Við erum norðurslóða þjóð, við munum ekkert breyta því, sama hvað skrefi við viljum stíga í framtíðinni. Þá er þetta alltaf svæði sem að skipta okkur máli og hafa áhrif á okkar framtíð líka. Það sem gerist í Grænlandi mun hafa áhrif á okkar framtíð líka. Já, og þú ef nokkuð að fara út í það þennan ótta að sumir sögðu vettu bara að segja sér minnst þannig að til dæmis Bandaríkjamönnum dytti ekki í huga að koma til Íslands. Ég veit ekki, ég held að fólk þurfi nú alltaf að tala saman og reyna að ná einhverju niðurstöðu sama hvaða skoðanir það hefur og frá hvaða hornum það kemur. Já. Ég held að samtal sé alltaf gott, en það er alltaf spurning hvað maður segir í samtölum. Já, og það er svolítið, einmitt samhengi hlutana er þannig að það er dálítið það er dálítið mjög mikilvægt að vanda sig. Það er mjög mikilvægt og fólk er sífellt að ritskoða sig og passa sig á því hvað það segir sem er gott, en á sama tíma líka erfitt á sama tíma og við viljum að allir fá að tjá sig og segja hvað þeim finnst, þá erum við á sama tíma að reyna að þakka í fólki. Já. Það er... En talandi um þöggun og tjáningu bara yfirleitt, rétt undir lokin að því þú talar raunverulega þegar samræða vettvang við og svo skákkennsluna hjá Hrafni og í Hrókunum og... Kalak, já. Er ekki mér finnst þess að fólk hafi talað um að þetta hafi skipt eiginlega meira máli en bara menn hafa listrænt eða svona skapandi og skák þá svona þannig samstarf félagslegt og listrænt samstarf skiptir miklu máli eiginlega bara í svona pólitísku samhengi líka. Já, algjörlega. Það er náttúrulega líka hluti af tjáningur okkar. Það er ekki bara orðin sem við setjum saman í setningar. Það er líka það sem við mótum og það sem við þróum og það sem við svona sálin okkar sendir frá sér og í formi þá kannski listar eða samskipta í tabli eða leikjum eða hvernig sem er. Við þurfum að líka efla börnin. Við þurfum að það allavega þeim svæðum sem ég hef verið í Grænlandi er mikil fátækt. Nám hefur verið á skornum skammti, sérstaklega þá á svona svæðum sem eru strjálbýl. Það eru allt öðruvísi í Núk. Það er mikið af velmenntuðu ungu fólki og sem að bjarta framtíð fyrir sér. En þetta er miklu breytinga framundan og vonandi verða þær jákvæða fyrir land og þjóð. Þannig að í skólakerfinu beinleinis með því efla menntunina og kannski einmitt skapandi. Það er kannski bara mín skoðun að það byrjar allt þar að mennta og fræða fólk þannig að það geti tekið sínar svona upplýstu ákvarðanir það hvernig heimurinn lítur út. Já, og að tjá eins og hún talaði sem kom hérna frá hún Linda, að það væri svo mikilvægt á þessu augnablikki líka að fá að tjá kannski ákveðna reiði eða ósætti. Og það er einmitt það er líka eitthvað sem að þarf að koma frá þeim. Við sem að stöndum utan, við höfum ekki upplifað það sem að þau hafa upplifað, þannig að ég vil ekki leggja þeim orði munn. Þetta er eitthvað sem að þarf að koma frá þeim. Friðrika Hjördís Geirsdóttir, framkvæmdastýra viðskiptaþings Arctic Circle og mannfræðingur. Hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu og segja okkur frá Grænlandi og auðlindunum, framtíðinni. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Og ég þakka hlustendum og áhörendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli sem að við höldum auðvitað áfram með hérna við Rauðaborðið. Við finnum að við verðum að ræða meira Grænland og ég heiti Oddný Eir og þakka
honum Pétri Fjölstið fyrir að vera með okkur hérna í dag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is